Jesus. He healed all our diseases. He gives strength to the weak. He gives my soul His glory. His blessing fall on me. Yeah, hallelujah. He healed all our diseases. He gives strength to the weak. Fills my soul with His glory. His blessing fall on me. Lord, we praise you. We do worship. We worship. We worship you. There is none like you. Oh, we worship your holy name. You are our healer. You are our strength. Yeah, you have the blessing for everyone. Lord, we praise your name. He healed all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory. His blessing fall on me. Yes, God. Holy Spirit, we love your presence, and we always love to taste the blessing from heaven. You give our blessings today. You will fill this day with everything from heaven. Your glory will be Hallelujah. more and more and more. And we praise you, we praise you. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride to win. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come, Lord Jesus, come. Hallelujah. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride to Him. How my soul longs to be with you. Even so, come, Lord Jesus, come in this place to Rabarila rabarana come to this place for Hallelujah. 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 Oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus, we love you. Ki Bible so you said Shabaraba shabaraba sidire diastere masambara la kenya sonu. Shanara kemara kenya surolo no mosuru. Halleluja. Undursamlegt að lofa Guð. Halleluja. Við ætlum að bjóða predikarann okkar velkomin, Póli Jakobsen. Did I say that right? Póle? Ja. Velkomin. Ja. Pauline Revelation. Velkomin. Hallelujah. Let's pray. Okay, this, Father, hey, sorry. this one here, because this one has reverb. Oh, Sorry. Okay. Yep. Hallelujah. So let's pray. Father in heaven, Faðir í Jesú nafni, we come before you við komum fram fyrir þig, and we thank you for your presence. þökkum við fyrir nærveru þína, We thank you for your word. þakka þið fyrir orðið þitt. I thank you that it's your word that gives us life Það orðið þitt sem gefur okkur líf and it reveals you. og í þér. And Father, I thank you also for your Holy Spirit Þakka þið fyrir heilagan anda þinn that you have given, who you have given into our lives. sem að þú hefur gefið inn í líf okkar. The Spirit, your Spirit that guides us Andan sem leiðbeinir okkur and comforts us og huggar okkur and strengthens us og styrkir okkur and opens your word og for us. opnar orðið þitt. I thank you that He gives your word life in our lives. Og hann gefur orðinu þínu líf í okkar lífi. I thank you for it in Jesus' name. Þakka þið fyrir það í Jesú nafni. Hallelujah. Halleluja. Thank you. I want to read a scripture from Ég langar að lesa ritningu Psalm 119. Sálmur 119. Verse 130. Vers 113. No, Nee. 30. Say it again. 130. Já, 130. Já. It's a very important verse in the Old Testament. Mjög mikilvægt vers í Gamla testamentinu. But before I read that scripture, Áður en ég les þessa ritningu, I would like to tell you a story. þá langar mig að segja ykkur sögu. It's about a young boy that lived high up in the Swiss Alps with his grandfather. Hann bjó hátt upp í Swiss? Já, í svissnesku Ölpunum með afa sínum. High up in the mountains. Hátt upp í fjöllunum. And often he just liked to go out of the house. Og oft, hann fór oft út úr húsi. And set his or cupped his hands towards his mouth or around his mouth. Já, og setti hendurnar svona við munnin. And like to cry out. Og honum fannst gaman að hrópa. Just to hear the echo. Til að heyra bergmálið. So he would go out and cry, hello. Svo hann fór út og hrópaði halló. And a couple of seconds later, back came the answer. Nokkrum sekúndum setna kom halló, halló, halló. You know the story maybe. Og
kannski þekki í söguna. Then he used to cry out, I love you. Og svo rópaði hann, ég elska þig. And back came the words, I love you. Og svo kom orðin tilbaka, ég elska þig, ég elska þig. But one day, Daginn, he had seriously misbehaved. þá hafði hann virkilega hagað sér illa. And his grandfather had disciplined him really hard. Og afi hans hafði agað hann harðlega. And this boy was really angry. Og þessi litli drengur, hann var reiður. So he stormed out the house. Svo hann æddi út úr húsinu. And he lifted up his fist. Og hann steytti nefan. And then he cried out, I hate you! Svo hrópaði hann, ég hata þig. And he was very surprised when the words came back. I hate you, I hate Og you. hann var mjög hissa þegar orðin kom tilbaka, ég hata þig, ég hata þig. You get the picture? Yeah. Náið í myndinni. Now, words are very important. Words are very Orð important. eru mikilvæg. They have a distinctive ability to affect us. Þau hafa ákveðin eiginleika til þess að hafa áhrif á okkur. Both our feelings and our state of mind and our circumstances. Bæði tilfinningar, hugar, ástand og kringumstæður. We have all been in the situation where we have heard someone say something. Við höfum öll verið á þeim stað að við höfum heyrt einhvern segja eitthvað. And the words are just hanging in the air. Og so to orðin speak. hanga bara í loftinu. And not just when they are said, Ekki bara þegar þau eru sögð, but long afterwards. heldur löng á eftir. And after a while, you start to think, what did he or she really mean? Og eftir einhverja stund byrjar að hugsa, hvað átti hann eiginlega við? Was it this or was it that? Átti hann við þetta eða þetta? And we turn those words over and over again in our Og, minds. og hugur okkar hringsnýr þessum orðum aftur og aftur. So that's how words work. Og þannig virka orð. They are like containers, you can say, Þau eru eins og ílát, filled with either good or the negative. fyllt af annarkvort góðu eða neikvæðu And it affects us. og hafa áhrif á okkur. But do we really think about the words we say? En hugsum við virkilega orðin sem við segjum. Because words have also the ability to be like a boomerang. Því að orð hafa einnig þann hæfileika að vera eins og... Ja, Boomerang? ja, no. Don't know. No. You know a boomerang. Yeah, okay. Throw it, comes back to you. Já, Yeah. það er bara Yeah, eitthvað sem kemur aftur til þín tilbaka. you get the picture, huh? Já, Yeah. náum myndinni. So, if from time to time you say certain words, Ef þú einhvern tímann eða segir ákveðin orð and after a while you can experience those same words come back to you. og þú far síðan að reyna þessi orð koma tilbaka, Just like this little boy in the Swiss Alps. eins og þessi litli drengur í svissnesku Ölpunum. So words are important, Svo orð eru mikilvæg, not only when they are said, ekki bara þegar þau eru sögð, but long after they are heldur said. löngu eftir að þau eru sögð. How many of us have talked to people Hversu mörg okkar höfum talað við fólk and someone has said, og einhver hefur sagt, I remember when that person said that to me 50 years ago. og einhver segir, ég man þegar þessi sagði þetta við mig fyrir 50 árum síðan. So words are just like an echo. Svo orð eru eins og bergmál. Both in a negative but also in a positive way. Bæði neikvætt og líka á jákvæðan hátt. So let's read Svo Psalm lesum 119, Psalm verse 130. 119, vers 130. Yeah. It says, the unfolding of your words gives light, or the unfolding of your words gives light, it imparts understanding to the simple. Já, íslenska þýðingin segir, útskýring orðs þíns upplýsir, gjörir fávísa vitra. Now, this translation says unfolding. Þessi, hún segir unfolding sem að, Yeah, Já. it means to open up. já, einmitt, það þýðir að opna upp. And I want you to notice that David talks about the word of God being opened up.
Og David talar hér að orð Guðs, það opnast upp. And it's when the word of God is opened up, Og þegar að orð Guðs opnast it upp, brings light. þá gefur það ljós. It's like a container. Það eins og ílát. God's word is just, it's not the same, it's more powerful, but words that God speak are words like we speak in some respect. Já, Guðs orð að sumuleyti eins og orðin sem við tölum, en auðvitað Guðs orð kröftugt. They are not just important at the time or when God spoke them, Þau eru ekki bara mikilvæg á þeim tíma þegar að Guð talaði þau, but long after he has spoken heldur them. einnig löngu eftir hann hefur talað þau. So it's very important to open up that word of God Svo það mjög mikilvægt að opna upp þetta orð Guðs in order for it to bring light into our til að það geti life. gefið líf inn í okkar kringumstæður. Let's read another verse from Psalm 119. It's verse number 135. Lesum aðra ritningu 135. 135 Yeah. frá Sálmi 119. Make your face shine upon your servant Lát- and teach me your statutes. Lát ásjónu þína lýsa yfir þjóð þinn og kenn mér lög þín. Make your face. He prays to God and he said, make your face to shine upon your servant. Lát ásjónu þína lýsa yfir þjóð þinn. Yeah. And the word shine in Hebrew is just the same word as in the other verse that we read. Og orðið að lýsa í hebreiskunni nákvæmlega sama orðið og hitt orðið sem við myndumst á. Yeah, so he says that your word, when it's opened up, Þegar brings orðið light. opnað upp, þá gefur það ljós. And in this verse he says, let your face shine or give light to me. En hér segir hann, láttu andlit þitt skína og gefa mér ljós. So the word of God and God's face have the same effect. Svo orð Guðs og augliti Guðs hafa sömu áhrif. You cannot separate the face or the presence of God from the word of God. Þú getur ekki aðskilið auglit eða nærveru Guðs frá orði Guðs. Because the word of God is identical to God. Vegna þess að orð Guðs eitt með Guði. That word that he has spoken brings light. Það orð sem hann hefur talað gefur líf. So we should not only read the scriptures to know things about God. Svo við ættum ekki bara að lesa ritningarnar til að vita eitthvað Guð, But we should spend time with the word because við ættum að eyða tíma með orðinu vegna in order to have fellowship with til þess að eiga samfélag við through hann that word. gegnum orðið. And through that word comes his light into our Og í life. gegnum það orð kemur ljósið hans inn í líf okkar. Okay, I'm gonna look at three things today. Ég ætla að líta á þrjú atriði í dag. What the word of God really is, Hvað orð Guðs í raun og veru what or how important or what importance God's word has, og mikilvægi orðsins and what power it brings. og kraftin sem það færir okkur. The first thing we need to understand about the word of God Það fyrsta sem við þurfum að skilja í sambandi við orð Guðs, is that the word of God is inspired by God. að orðið innblásið af Guði. Yeah. Let's read from 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lesum frá öðru Tímóteusarbréfi, 3. kafla og vers 16. It says all scripture is breathed, here it says breathed out, inspired. All scripture is inspired by God. 3.16, annað Tímóteusarbréf, 3.16. Sér hver ritning innblásin af Guði And og all scripture is inspired by God. öll ritning innblásin af Guði. The translation I read in English says all scripture is breathed out
by God. Enska Biblían segir að öll ritning hefur verið andað út frá Guði, So God breathed out his words. svo Guð andaði út orð sitt, So that word is inspired by svo God. það orð innblásið af Guði. That is the first thing we need to know. Þetta það fyrsta sem við þurfum að vita. You need to treat the Bible as the word of God. Þú þarft að umgangast Biblíuna sem orð Guðs. It's never going to give light to you if you don't treat it as God's inspired word. Gefur aldrei ljós til þín nema þú umgangist hana sem Guðs innblásið orð. But this verse of scripture also says that all scripture is inspired by God and profitable or useful for. En þessi ritning segir hver ritning innblásin af Guði, nytsöm til fræðslu, til umvönduna, til leiðréttingar. So God's word is not only inspired by him, Svo- but it's also useful for us. Svo orðið ekki bara innblásið, heldur það nytsamt fyrir okkur. It gives us an advantage. Það gefur okkur, eins og forgang. It gives us a profit. That's Það what it means. gefur okkur ágóða. Let's read. There are several scriptures we could read about this. 2 Peter chapter 1. Annað Pétursbréf, kapli 1, það eru nokkrar ritningar sem við getum lesið. Annað Pétursbréf, kapli 1. There it says from 20 to 21. Þar segir frá 20. og 21. versi. Knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were moved by the Holy Spirit or carried along by the Holy Spirit. Vitið það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því aldrei var nokkur spádómur borinn fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. So, this word that we talk about has God's breath in it. Svo þetta orð sem við tölum það hefur Guðs andadrátt í sér. So, God's word in itself is anointed. Svo þetta orð í sjálfu sér hefur smurningu. That's why you can go into that word and that word brings light to you. Þess vegna getur þú farið inn í þetta orð og þetta orð gefur þér líf. And it brings God's presence to you. Og það kemur með Guðs nærveru til þín. So it's very important, that's very foundational that we see that God's word is inspired by God. Svo það mjög mikill grundvallarkenninga við sjáum að Guðs orð sé innblásið af Guði. It's divine. Það guðlegt. That's the first thing. Það það fyrsta. There are many other scriptures in the New Testament about the inspiration of the word of God. Margar aðrar ritningar í Nýja testamentinu sem tala innblásið orð Guðs. But I'm not going to take them. Ég ætla ekki endilega að fara í þær allar. The second thing that we need to know is that God's word is spiritual food for us. Það annað sem við þurfum að vita að Guðs orð andlegt tæki fyrir okkur. If you read in Matthew chapter 4 verse 4. Ef við lesum Mattheus 24. Yeah, no, 4:4. 4:4. Mattheus 4:4. It's about when Jesus was tempted by the devil. Það þegar Jesú var freistað af djöflinum. And every temptation that the devil brought on him. Og öll freisting sem djöfullin kom með til hans. Jesus had the same answer. Jesús hafði sama svarið. Basically the same answer. Í grundvallaratriðum sama svarið. One sentence. Ein setning. It's written. Það ritað. It's written. Ritað It's written. Ritað Jesus deliberately used the word of God against the devil. Jesús, hann notaði orð Guðs gegn djöflinum. But in verse 4, in chapter 4, En í versi 4, kapla 4, it says that Jesus answered and said, it is written. Þá sagt að Jesús svaraði og sagði ritað Man shall not live by bread alone, Maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, but by every word that comes from the mouth of God. heldur hverju orði sem framgengur af Guðs munni. All right? Yeah.
Já. every word that comes from the mouth of heldur God. sérhverju orði sem framgengur. So if we want to be spiritually strong, Svo ef við viljum vera andlega sterk, and if we want to live the life God wants for us, og ef við viljum lifa því lífi sem Guð vill fyrir okkur, you need to live by the word of God. þá þarf að lifa eftir orði You Guðs. cannot live a strong Christian life Þú getur ekki lifað sterku lífi, without the word of God. kristnu lífi, án orð Guðs. It's impossible. Það ómögulegt. And that, naturally, it has to be our priority. Og það á að vera okkar forgangsatriði náttúrulega. I meet Christians all the time Ég hitti kristi fólk allan tíman that are starving their spirit. sem að svelta anda sinn. They fast Þau fasta in a negative way. á neikvæðan hátt. Their spirit is so hungry, Andið þeir svo hungraður and that's why it's so weak. og þess vegna hann svo veikur. The more you fast physically, Þegar meira sem þú fastar líkamlega, the weaker you get. því veikari verður. It's the same thing spiritually. Og þetta sama andlega. So we need to understand Svo við þurfum að skilja that not only is God's word inspired, að ekki aðeins Guðs orð innblásið, but that same inspired word is Heldur- also our spiritual food. þetta sama innblásna orð einnig andleg fæða okkar. If you noticed, Jesus had been fasting for 40 days when the devil Ef þú hefur tempted him. tekið eftir því að þá var Jesús búinn að fasta 40 daga þegar hann hitti djöfulinn. And the first thing the devil tempted him with Það fyrsta sem djöfullinn fristar hans með was something that belonged to his physical body, var eitthvað viðvíkjandi hans líkamlega because his Líkamans. body was weaker. vegna þess að hans líkami var veikari. Yeah, that's why the devil wanted him to make the stones to bread so he could Þess eat. vegna vildi djöfullinn að hann breytti steinum í brauð svo hann gæti etið. So the devil tried to tempt him physically Svo djöfullinn reyndi að freista hans líkamlega to get Jesus to fight the battle in the physical realm. til að fá Jesús til að berjast í hinum náttúrulega heimi. But Jesus turned him to the spirit, En Jesú Real. beindi honum inn í andan, the spirit area. inn á andlega sviðið. He says, you need bread. The devil Hann said. sagði, þú þarft brauð. Jesus said, it is written. Jesús sagði, það er ritað You need bread. að við þurfum brauð You are hungry. þegar við erum svöng, Oh, man lives by every word that comes out of God's mouth, en Jesus says. maðurinn lifir á sérhverju orði sem gengur út af Guðs munni, sagði Jesús. And that's how we should fight him. Og þannig ættum við að berjast That's how við we hann. should fight temptation. Þannig ættum við að berjast við freistingu, Get the fight back into the spirit að area. koma með stríðið inn á andlega sviðið. There is a scripture in Jeremiah chapter 15 Það ritning í Jeremía kapla 15 and verse 16. og vers 16. It says, your words were found. Það segir að orð þín 15 og 16 kæmi orð frá þér, Your words were found, kæmi orð frá þér, and I ate them. klippti ég við þeim And your words became to me a joy and the delight of my heart. og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. When it says that your words were found, Þegar það segir kæmi orð frá þér, it implies that he had been looking for them. þá felur það í sér að hann hafi verið að líta eftir þeim. Yeah, he searched for the word of God. Hann leitaði að orði Guðs. But that was not the only thing he did. En það var ekki það eina sem hann gerði. When he found that word, Þegar hann fann það orð, he says that I ate it. þá sagði hann, ég át þau. And he says, your words became to me a joy. Og hann sagði að orð þín urðu mér fögnuður. So we need to find God's word. Svo við þurfum að finna Guðs orð, We need to search for it. við þurfum að leita eftir því And then we have to eat it. og síðan þurfum við að eta þau. We need to meditate on that word. Við þurfum að íhuga það orð, So it can become part of us. svo það verði hluti af okkur.
Many of us, the Word of God is somewhere here. Fyrir mörg okkar að þá orð Guðs eitthvað hér. It can be around us, Það getur verið í kringum okkur, but to get that Word inside of us, en að fá þetta orð inn til okkar, that's what makes the difference. það það sem gerir munin. So the third thing I'm going to mention before a break, Svo það þriðja sem ég ætla að nefna fyrir hlé, it's in Ephesians chapter 6, verse 17. það Efesusbréfið 6, kapli, 17. já, 7. kapli og vers 7, 17. 7. kapli og vers 17, Efesusbréfið. It says, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem Guðs orð. Sword of the Spirit, the Word of God. Sverð andans orð Guðs. You have to remember the Word of God is a living thing. Þú þarft að muna að orð Guðs eitthvað lifandi. It's an active thing. Það eitthvað sem aktíft. So when you take that word into your life, Svo þegar þú tekur þetta orð inn í líf þitt, it starts to grow. þá byrjar það að vaksa. It starts to work. Það byrjar að vinna. You may not feel it, Það getur verið að þú finnir ekki fyrir því, but it does. en það gerir svo. It is very active Það mjög aktíft because it is inspired by God. vegna þess að það innblásið af Guði. It has God's breath in it. Það hefur Guðs andadrátt í sér. God's anointing is upon it. Guðs smurning þar. So when you get that word inside of you, Svo þegar orðið kemur inn til þín, together with that word comes God's presence or God's face. saman með því orðið kemur ásjóna Guðs og nærvera hans. Hebrews chapter 4 says that God's word is sharper Hebrea than any two-edged sword. brefið 4:12 segir að orð Guðs lifandi og kröftugt, beittara hverju tvíeggjuðu sverði. And when we take it and use it, Og þegar við tökum það og notum það, it becomes a sword of the Spirit. þá verður það sverð andans. A spiritual sword Andlegt sverð that cuts through everything. sem fer í gegnum hvað sem So no matter what you need, Svo hvað sem þú þarft á að halda, whatever your need is, hvað sem þú þarft, God's word has the answer for it. orð Guðs hefur svarið. But you have to take that word En þú þarft að taka and þetta let orð it become part of you. og leyfa því að verða hluti af þér. You have to eat it. Þú þarft að eta það. Amen. So we have to remember the word of God is inspired by God. Við þurfum að muna að orð Guðs innblásið af Guði. We, at least where I am, we don't talk so much about that today. Við tölum ekki svo mikið það, allavega ekki þar sem ég í dag. Maybe you do in Iceland. Kannski not so gerir much það á in the Íslandi, Faroes. ekki svo mikið í Færeyjum. But it changes everything. En þetta breytir öllu. When people really believe that this, what I'm reading is breathed, has God's breath in it. Þegar fólk virkilega trúir því að það sem að ég að lesa að það innblásið. Yeah. So what do we do when the enemy attacks us? Svo hvað gerum við þegar óvinnurinn ræðst að okkur? Which words do we choose to use? Hvaða orð veljum við að nota? I hate you, I hate you, hata þig, ég hata þig, or I love you, eða ég elska þig, or I resist you. eða ég stend gegn þér. Those words are important. Þessi orð mikilvæg. Okay, let me hear before we have a break. Áður við höfum hlé, I'm reminded of another story. þá minnist ég annar frásagnar sögu. I'm not sure this is a true story, Ég ekki viss að þetta sé sönn saga, but it has something to do with words. en þetta hefur eitthvað að gera með orð. It was a guy who joined a monastery, Það var maður sem fór í klaustur and he took a vow of silence. og hann gerði heit að þegja. And he was only allowed to speak 2 words in 7 years. Og hann mátti bara tala 2 orð á 7 árum.
So after 7 years, he was taken before the elders of the Svo monastery. eftir 7 ár þá var hann leiddur fram fyrir öldungana eða munkana í klaustrinu And they asked him for his 2 words. og þeir spurðu hann þessi 2 orð And he said, cold floors. og hann sagði Cold floors. cold word. Cold floor. Ha? Köld gólf, já. Yeah. Gólfkuldi, já. Gólfkuldi. And they nodded and said, yeah, we agree. Og þeir nikkuðu og sögðu já. So 7 years go by. Svo þessi 7 ár liðu And they bring him back in. og þeir komu með hann aftur inn And they ask him for his 2 next og words. hvað eru 2 næstu orð? And he says, bad food. Slæmur matur. And they nodded again and said, yeah, we agree. Og já, við erum sammála. Then the third 7-year period passes. Þriðja 7 ára tímabilið. And he comes before the elders. Og hann kemur inn fyrir eldungana And they ask him for his 2 words. og þeir spurja orðin 2. Do you know what he said? Vitið þið hvað hann sagði? I quit. Ég hættur. Do you know what the elders said? Vitið þið hvað eldungarnir sögðu? They said, oh, it's not surprising to us. Og við erum ekki hissa. You have done nothing but complain since you came here. Þú er ekki gert neitt nema kvarta síðan þú komst hingað. Now, that's a funny story, Þetta skemmtileg saga. but the thing is, words are important. En málið að orð hafa vægi. Þau eru mikilvæg. And words that we speak Orð sem við tölum, have an effect. þau hafa áhrif. And some of those words can come back on us. Og sum þessara orða geta komið aftur til okkar. That's why it's so powerful when we speak the word of God. Þess vegna er svona svo öflugt þegar við tölum orð Guðs. If you think about the effect, the abilities that are in the word of God. Ef þú hugsar áhrifin og möguleikana sem eru í orði Guðs. So when you choose to speak his words, Svo þegar þú ákveður að tala hans orð, imagine if they come back to you. hugsaðu bara ef að það kemur aftur til þín. Praise God. Halleluja. Let's read one more verse before. Eitt vers í viðbót, áður við Also from Psalm 119. einnig frá Sálmi 119. It says in 165. Það segir í 165. It says, great peace have those who love your law. 165. Gnótt friðar hafa þeir elska lögmál þitt. The law in this case is the word of God. Lögmálið í þessu tilfelli orð Guðs. That which has been spoken by God. Það sem hefur verið talað af Guði. And David says that those that love your words, Og Davíð segir að þeir sem elska orðið þitt, they not only have peace, þeir hafa ekki bara frið, they have great peace. þeir hafa mikinn frið. So again, here we see the effect Svo hér sjáum við aftur áhrifin of God's word. af orði Guðs. So it brings light into our lives, but it also brings peace into our lives. Það kemur með lífin í orð okkar, en það kemur líka með friðin í líf okkar. So maybe we should turn to God's word in bad situations. Svo kannski ættum við að snú okkur að Guðs orði í slæmum kringumstæðum. But there is another sentence in that verse, En það önnur setning í þessu versi, and it's very extreme. og hún mjög öfgafull, It says, nothing can make them stumble. og það segir þeim við engri hrösun hætt. So we need to change the way we see God's word. Svo við þurfum að breyta því hvernig við sjáum Guðs orð. We need to see the value of God's Við þurfum word. að sjá gildið og virði orðsins. And we need to start to use it as food Og við þurfum að byrja að nota það sem fæðu and as a weapon. og vopn. So let's turn back to the word of God Svo snúum aftur til orðsins Guðs and actively use it in our og lives. byrjum að nota það á aktívan hátt í líf okkar. In every situation of Í life. öllum kringumstæðum. Amen. 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 Þá tökum við hlé í
10 mínútur. 10 minutes. 10 minutes. Já. Great. 10 till 15. Kaffi uppi, gjörðu svo vel.